Proppið, þið í Bjartri framtíð, þið hafið sagt að fjölmiðlar hafi ekki veitt ykkur athygli meðal annars vegna þess að þið talið ekki með háresti og látum. Getur verið að lítið fylgi ykkar skýrist af því að fólk kannski veit ekki fyrir hvað þið standið? Já, við upplifum það dálítið þannig, já. Við höfum fundið fyrir því að þegar að athyglin beinist að okkur, eins og gerist nú til dæmis bara núna nýverið þegar að á einhvern furðulegan hátt við reyndust vera þau einu sem að kusum gegn búvörusamningnum, þá höfum við fengið mjög mikinn velvilja og heilmikinn stuðning. En hver ykkar stefna í svona stærstu málaflokk? Okkar stefna frjálslynd miðjustefna í grunninn, en við leggjum mjög mikla áherslu á umbótahugsunina og það hvernig unnið. Og það kannski vandamálið og það sorglega við þetta kjörtímabil að við höfum glatað tækifærunum til þess að vinna úr öllum þessum utanakomandi lotterísvinningum sem við höfum fengið. Það hefur verið allt og mikið af fúski og í raun og veru verkleysi hjá þessari ríkisstjórn. Við sjáum það bara allt þetta árið meira og minna búið að fara bara í vandræði einstaklinga innan ríkisstjórnarinnar og við erum að kjósa snemma núna á hausti. Það hefur vantað betri vinnubrögð og breiðari vinnubrögð til þess að taka ákvarðanir, bara koma hlutum í verk hreinlega í breiðari sátt þannig að það þurfi ekki að taka til eftir kosningar og halda áfram rifrildinu fyrir kosningar eins og gerðist dálítið mikið 2013. En þetta hljómar meira bara eins og aðferðafræði heldur en einhver svona konkrét stefna? Aðferðafræði í stjórnmálum mjög mikilvæg. Stjórnmál eru það að forgangsraða og taka ákvarðanir og það hvernig það gert skiptir mjög miklu máli. Við sjáum það akkúrat núna á þessu ári að það hefur gengið mjög illa að taka ákvarðanir vegna þess að stjórnmálin hafa verið lömuð út af öðru. Og það bara ekki gott. Ég held að þessar kosningar eru snemma núna vegna þess að fólk hefur glatað trausti á þessum stjórnmálum. Fólk vill öðruvísi stjórnmál og það það sem við þurfum að bjóða upp á. Já, komið sæl. Öryrkjabandalaginu og þá aðildarfélögum þess sem eru 41 talsins og eru með 29.000 félagsmenn, það eru 9% þjóðarinnar, hefur oft sinnis verið lofað bót og betrun í ýmsum málaflokkum sem Öryrkjabandalagið leggur áherslu á. Og nú þætti mér vænt að heyra frá ykkur hvað ykkar framboð hyggjast gera til að bæta kjör og aðstöðu fatlaðs fólks, örorkulífeyrisþega og langveikra á næsta kjörtímabili. Og þá ég að horfa til barna og fullorðinsfólks í þessu samhengi og þá með tilliti til heilbrigðisþjónustu, atvinnu, náms, aðgengis og sjálfstæðs lífs. Óttar, hvernig svarar þú spurningu Elínar Kalman? Já, þannig væri kannski auðvelt verandi síðastur í röðinni að bara taka undir með öðrum og bæta aðeins í. En í fullri alvöru þá mikilvægt að leggja áherslu á kjör þeirra sem hafa minna og verra aðgengi að samfélaginu. Það eru mannréttindi að allir hafi gott aðgengi að samfélaginu og stór hluti af því að festast ekki í fátæktargildrum. Og ég vil nú vera ósammála þeim sem standa hérna við hliðina á mér að ríkisstjórnin hafi staðið sér svo vel vegna þess að hún hefur fellt tillögu stjórnarandstöðunnar einmitt að hækka laun aldraðra og öryrkja og færa þá upp að lágmarkslaunum sem að manni finnst einhvern veginn lágmarkslaun heita lágmarkslaun af því að þau eru lágmark, hefði maður haldið. En af því að Ellen spyr málefni öryrkja og réttin til sjálfstæðs lífs. Það það sem ég á við þegar ég tala aðgengi allra að samfélaginu og ekki bara sumra og það þarf að vera forgangsatriði. Það þarf að vera forgangsatriði að fatlaðir hafi aðgengi, ekki bara líkamlegt aðgengi að húsum og svo framvegis, heldur líka að atvinnulífinu að það líði ekki þann fjárhagslega skort að geta ekki tekið þátt í samfélaginu. Og við í Bjartri framtíð höfum verið baráttumenn fyrir NPA, svokallari notendastýrðri persónulegri aðstoð og það mjög mikilvægt að hún verði lögfest og bjóðist fleirum. Við munum berjast fyrir því áfram. Það eitt af því sem hefur verið ánægilegt fyrir okkur í minnihluta á Alþingi núna á þessu kjörtímabili að með því að leggja áherslu á mannréttindamál þá hefur okkur tekist að pota ýmsum, kannski ekki risastórum en litlum málum áfram og við erum mjög stolt af því. Styður þú óbreytt veiðigjald á útgerðina? Nei, ég tel að það eigi að
tryggja það að arðurinn af sameiginlegum auðlindum nýtist öllum en ekki bara sumum og við teljum að útboðsleið sé leiðin til þess að fara. Ætlar þú að beita þér fyrir því að endurskoðun stjórnarskrárinnar verði haldið áfram á næsta kjörtíma? Óttar. Já, þá virða þjóðaratkvæðagreiðslur ekki síður en aðrar atkvæðagreiðslur. Takk fyrir. Það heyrast raddir, háværar raddirinnar úr íslensku samfélagi sem krefjast þess að við hlúum betur, miklu betur að íslensku heilbrigðiskerfi. Ef að þið endið í ríkisstjórn að loknum kosningum, hvernig hyggist þið setja saman heildarstefnu og hrinda í framkvæmd heilbrigðismál á Íslandi og hvernig ætlið að hunskast þess að fjármagna því margt sem samfélagið vill. Og síðan til þið svarið þessu, hvernig ætlist þið til þess að fólki í landinu trúi að þið komið til með að standa við það sem þið segið kosningum loknum. Ætlum við byrjum ekki á þér, Óttar? Já, Kári myndist á stefnu í heilbrigðismálum og það nú kannski akkúrat vandamálið að okkur hefur ekki auðnast að búa til alvöru heildstæða stefnu í heilbrigðiskerfinu sem að sátt og langtíma og hægt að vinna eftir og það þarf að vinna í því. Auðvitað erum við í þeirri stöðu núna, ótrúlegt en satt á þessum uppgangstímum að þessir innviðir, ekki síður en aðrir innviðir, hafa grotnað niður og eru óásættanlegir og það ástæðan náttúrulega fyrir því að almenningur setur heilbrigðiskerfið efst á sinn óskalista, svo má segja. En erum við tilbúin að setja það fjármagn sem þarf? Við erum tilbúin til þess að setja það fjármagn sem þarf, en það skiptir líka miklu máli að við förum í grundvallar breytingar, eða eigum við að kalla það umbætur í kerfinu. Ný skýrsla McKinsey með marga góða punkta, en til þess að þetta gerist, þá þurfum við auðvitað að fá alla að borðinu. Þetta ekki eitthvað sem að bara sigurvegari í kosningum eiga að dunda sig við út í horni, heldur þurfum við að hafa þverpólitíska sátt og helst að fá bæði fagmenn og almenning að borðinu. Og ég vil segja að það ekki síður mikilvægt í heilbrigðiskerfinu að það sé hlúð almennilega að starfsfólkinu og þeim krafti og auði sem að býr í þessu sérhæfða starfsfólki og við verðum að búa þeim aðstæður til þess að vilja og geta unnið í kerfinu. Annars kerfið dautt. Hvað sem margir peningar í. Hingað komin Elísabet Erlendsdóttir, hún verkfræðinemi við Háskólann í Reykjavík, hefur látið sig og tekið þátt í hagsmunabaráttu stúdenta. Hún með spurning til ykkar varðandi menntamál. Gjörðu sér. Takk. Sælöll, gaman að sjá ykkur. Nú hefur Lánasjóður íslenskra námsmanna verið mikið í umræðunni, enda eitt helsta hagsmunamál íslenskra stúdenta og það því mjög mikilvægt fyrir okkur að vita að ef frumvarp núverandi menntamálaráðherra Lánasjóð íslenskra námsmanna nær ekki fram að ganga fyrir kosningar, mun ykkar flokkur beita sér fyrir því að leggja fram slíkt frumvarp og ef svo hvaða breytingar teljiði að sé þörf með við núverandi kerfi LÍN? Því að við viljum ekki bíða í 4 ár í viðbót eftir betri lánasjóði. Óttar? Já, við höfum ekki verið hrifin af þessu frumvarpi, þó svo að það sé góð hugmynd að fara yfir í styrki, að þá ekki rétta leiðin til að gera það með því að taka annars staðar innan úr kerfinu og bæta engum fjármunum við. Það þarf að bæta fjármunum við. Þetta ekki bara business, þetta fjárfesting fyrir samfélagið. Og það mjög mikilvægt að við séum ekki að þyngja endurgreiðslubyrðina með því að auka vexti, með því að minnka tekjutengingar vegna þess að það kemur niður á þeim sem eru lægra launaðir í framtíðinni með bara tekjumunni óútskýrðum kynjana að þá bitnar það sérstaklega á konum og það óréttlátt. Þannig að við þurfum að byggja þetta kerfi upp, við þurfum að líta á þessum fjárfestingu til þess að auka menntun og líka hreinlega bara til þess að auka trúna á það að það sé gott að búa á Íslandi og ala upp börn á Íslandi.